Veriði, Ívar hér hjá Flugusmiðjunni. Í kvöld ætla ég að hnýta fyrir ykkur flugu sem heitir Killer og eftir meistara Þór Níelsen og það kannast margir við Killerinn. Þetta góð fluga og hefur getið sér góðs orðs eins og til dæmis í Þjóðgarðinum á Þingvöllum og þetta tiltölulega einföld fluga í nýtingu, svona þannig. Og í þessa flugu þá þurfum við, maður sjá, við þurfum silfurvír líka ásamt bakinu hérna sem við erum að setja niður núna og svo svart árugat sem búkurinn og svo smá rautt glóbrætt í restina. Það byrjum að festa þessu niður hérna. Þetta alveg hérna aftur á. Silfurvírinn kemur hér. Skellum við honum hérna á. Svo eftir þessu kemur svart árórugarn. Ég er mjög hrifinn af árórugarni í hnýtingum. Einfaldlega vegna þess að það er í 6 þáttum. Það er alveg níðsterkt og það er í 6 þáttum og það er mjög auðvelt að vinna með það. Þetta er brotið að niður, það er að segja skipt þáttunum að því upp og þetta er alveg frábært efni og þetta nýta franses og eitthvað svona búkmiklar flugur. Þá byrjum við á því að forma búkinn hérna á flugunni og við förum eins og við sjáum fyrst eina umferð hérna fram og við viljum hafa þessa flugu dálítið feita og pattaralega. Þannig að sé svona dálítið áberandi í vatninu. Og ef árugarnir fer að gera þetta, trosna svona í sundur, þá er svarið við því, það er bara að snúa upp á það. Nú förum við tilbaka, dálítið grófari vafninga tilbaka og svo til þess að það verði til friðs hérna, áður en ég tek þennan snúning, þá sný upp á það og held í snúnu. Og það er alltaf að taka alveg vel á þessu. Og svo kemur snúin umferðaði alveg fram. Og þetta á að tolla alveg von og viti ef þetta er gert svona. Þetta er snúning á garninu, þá áttum við þrýsting á búkinn og þetta hefur reynst mér mjög vel, þessi aðferð. Svo kemur hólan hérna við hausinn, fyllum hana bara með efni eða garni, árórugarni. Svo er alltaf að taka í kúluna hérna aðeins og taka á búknum, stilla þetta af, toga aðeins í þetta svona, þannig að þetta sé allt á sínum stað. Tökum einn, sennilega, nei, tökum ekki einn yfir, sleppum þessu bara svona. Svo festum við þetta niður, læsum þetta niður hérna með 2-3 þéttingsföstum snúningum, svona. Svo kemur sem sé bakið á flugunni næst. Það sjáum við hér. Það kemur upp úr rassinum á henni hérna og liggur svona fram. Þá festum við bakið niður. Þrem, 4 þéttum snúningum. Klippum þetta af. Svo kemur vírinn. Við venjum vírnum hérna yfir þetta. Það er alltaf að hafa vírinn passlega þéttan og svona eins og við erum að gera svona ekki of langt á milli. Og svona. Þetta að skríða til hérna, svona. Vírinn hérna af og svo eina sem er þá eftir áður en fyrir að mynda hérna haus á fluguna, það er að skella á þetta. Hann má vera bara svona eins og hann er en ég hef fengið meira fiski á hann með því að skella hérna rauðu glóbrætti fyrir aftan haus sem er það bara örfín lína, kemur hérna og þetta á bara að vera á sama stað alltaf. Svona
svo festum við þetta niður. Þetta er bara eins og við séum að setja í rauninni svona rautt glóbrautt og peacock flugu. Og áður við klárum þetta, þá klippum við þetta hérna af og svo neðri endan á þessu líka. Svona, og setjum sem sé vefjum hausinn á þetta hérna. Og þá er þetta bara komið. Þá er þetta bara, erum við hérna með Killer eftir Þóru Nílsen. Feikilega góð fluga og svo má náttúrulega hnýta þetta í alls konar litum. Því með það er að segja ullina í búkina á þessu, hún má vera græn og rauð og blá og ég hef séð bleikan Killer líka. Þannig að það er ekkert sem að í rauninni stoppar hugmyndaflugið af nema bara þið sjálf sko. Þannig að það er að gera að hafa þetta í fleiri en einum lit. Þá klippum við á þetta, þá er ekkert annað eftir en að lakka þessa ágætu púpu. Og þá erum við bara eiginlega sem sé, þá er flugan bara eiginlega klár. Skellum lakkið á þetta hérna yfir hnútinn, einna umferð. Þá er flugan bara klár. Ég þakka ykkur kærlega sem horfðu því með hérna endilega sem sé gera subscribe á rásinni, deila vídeóinu og setja like á vídeóið og við sjáum stress og kátt í næsta vídeói. Takk kærlega fyrir.